Kæru kandidatar, ágæta starfsfólk og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Þetta er fallegu dagur sem við fáum fyrir þessa fallegu athöfn og ef ég væri sannur akureyringur þá myndi ég segja ykkur að svona væri þetta alltaf. En það er hauga lygi. Það snjóaði hérna í síðustu viku þannig að við skulum njóta þess dags sem njóta sólarinnar. Ég heiti Óðinn Óðinsson, ég er fjölmiðlamaður og fjölmiðlafræðingur hérna frá Háskólanum á Akureyri og ég hef fengið það verkefni að leiða ykkur í gegnum þessa fallegu athöfn. Þetta snýst ykkur, kæru kandidatar, þetta er dagurinn ykkar og þið skulu vera stolt af þessum degi. Þið eruð að klára maraþon sem þetta háskólanám er og ég get ímyndað mér að þegar að þið byrjuðuð í þessu maraþoni, fyrsta dag þá kannski var þetta svolítið fjarlægur draumur að koma hérna upp og klára þetta blessaða maraþon. Það var alltaf þannig í mínu tilfelli þegar ég labbaði hérna inn í þennan skóla sem nýnemi í fjölmiðlafræði settist í tíma einhvers staðar hér í þessum sal og sá tími hét vinnulagi háskólanámi. Ég var búinn að vera í svona 10 mínútur í þessum tíma þegar ég hugsaði þetta mun ég aldrei klára. Þetta var bara hryllilega leiðilegt en svo bara kláraði ég þennan tíma og kláraði fyrstu önn og næstu ár og þetta bara var allt ljómandi gott. Það var bara mjög gaman að vera í Háskólanum á Akureyri, kynntist fullt af frábæru fólki og frábærum kennurum fyrst og síðast. Þannig að bara ég mæli með. Ég þarf svo sem ekki að mæla með þessu, þið eru búið með þetta. En þetta fór allt vel, já. En það eru 20-30 metrar eftir af þessu blessaða maraþoni, þannig að það á eiginlega ekki að vera hægt að klúðra þessu héðan af nema þið dettið og ég ætla að biðja ykkur að passa það. Við erum búin að fara í gegnum 3 athafnir, það hefur engin dottið, þannig að við skulum vona að það gerist ekki. Það er bara vandræðalegt fyrir okkur öll, held ég, ef einhver dettur. Það eru nokkur praktísk atriði í svona athöfnum eins og alltaf þá ætla ég að biðja ykkur að slökkva á símum. Það eru hérna 2 glæsilegir ljósmyndarar sem sjá að taka myndir og þessar myndir verða ykkur að kostnaðarlausu að lokinni athöfn, þannig að ég lofa ykkur því að þið náðu ekki betri myndum en þessi menn. Þetta eru fagmenn í faginu. En dagskrá hátíðarinnar er bara með frekar hefðbundnu sniði. Hún hefst á því að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, flytur ávarp, en hún mun ganga í salinn ásamt Brynjari Karlssyni, forseta heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs, Elínu Díönu Gunnarsdóttur, starfandi forseta hug- og félagsvísindasviðs, Boga Ágústssyni, sem er heiðursgestur hérna hjá okkur í dag, Karli Steinari Valssyni, Kristínu Jónsdóttur og deildarforsetum fræðasviðs. Það er allt mjög flottir titlar. Við viljum biðja ykkur að rísa úr sætum fyrir þetta ágæta fólk. Gjörðu svo vel. Kæru kandidatar, aðstandendur, Bogi Ágústsson, heiðursgestur háskólahátíðarinnar, samstarfsfólk og góðvinni skólans. Verið hjartanlega velkomin á háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2025. Brautskráning úr námi á háskólastigi eru alltaf tímamót. Því er það heiður að fá að segja nokkur orð við brautskráningu kandidata í dag. Þessi dagur þýðir að þið og aðstandendur ykkar, aldrei að gleyma þeim, hafa náð settum markmiðum og því ber að fagna. Háskólahátíð Háskólans á Akureyri er sameiginleg hátíð okkar allra og gerir árangur ykkar og háskólasamfélagsins alls sýnilegt öllum. Þessa helgi brautskráir Háskólinn á Akureyri 591 kandidat. Þetta er stærsti brautskráningarhópurinn frá upphafi skólans og þessi stóri hópur endurspeglar stöðugan vöxt skólans sem heldur svo áfram.
Næsta haust hafa nefnilega aldrei fleiri sótt nám hjá okkur. Þetta okkur mikið gleðiefni og sýnir að stöðug vinna til að efla og styrkja nám og rannsóknir hefur skilað sér til þeirra sem að leita að áhugaverðu og krefjandi háskólanámi. Námsformið hjá Háskólanum á Akureyri eins og þið vitið fjölbreytt. Það alveg ljóst að sveigjanlega námið með lotum hér á Akureyri hendar fólki. Það gerir háskólanum kleift að mennta fólk allt land og einnig víða erlendis. En það gleymir stundum að við erum líka með stóran hóp af stúdentum sem búa á Eyjafjarðarsvæðinu og eru duglega að gera skólana sínum með því að mæta reglulega á háskólasvæðið. Þið kannist kannski öll við teppið hérna upp á annar hæðinni, það ekki. Fjöldi kandidata og smæð hátíðarsals Háskólans á Akureyri, sem svo falleg umgerð þessa brautskráningu, þýðir að við erum með 3 athafnir í dag. Þetta síðasta athafnin. Fyrst útskrifuðum við 214 kandidata úr heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði. Síðan útskrifuðum við 114 kandidat úr hug- og félagsvísindasviði. Og síðast ekki síst það þið, en það eru 101 kandidat sem eru að útskrifast úr diplómanámi hérna. Og það sem ég þakklátt Boga Áskússyni þegar ég skrifaði honum og bauð honum að vera heiðursgestur hérna í ár, en sagði svo líka, þú ert að halda ræðina 3 svar. Og hann sagði, já, hann gerði enga athugasemdir við þetta og það ekkert margir sem hefðu gert það. Þakkaði kærlega fyrir að vera hérna með okkur í dag. Þegar kom að því að velja háskólanám, þá ákvaðið þið að námið Háskólann á Akureyri hentaði ykkur. Þó það sé kannski fjarstæð hugsun núna, ef þið ákveðið að bæta við ykkur námi síðar, þá eru þið alltaf velkomin aftur. Við vonum svo sannarlega að þið finnið að þetta sé rétti staðurinn. Vöxtur og styrking náms gerist ekki tómarúmi og hér vil ég beina þökkum mínum til kennara og starfsfólks skólans. Það leggur metnaði að búa til umgjörð fyrir fjölbreytt nám og kennslu sem liður í að skapa nýja þekkingu. Það ykkur að þakka að Háskólinn á Akureyri hefur áunnið sér traust bæði meðal stúdenta og samfélagsins sem við þjónum. Háskóli ekki einungis vettvangur kennslu og rannsókna, hann líka samfélag. Háskólinn á Akureyri staðsettur utan höfuðborgarsvæðisins og því gegnum við mikilvægu hlutverki á Akureyri, á Norðurlandi og á landsbyggðinni allri. Á þeim nærri 38 árum sem skólinn hefur starfað hefur hér verið byggt upp öflugt þekkingarsamfélag. Það samfélag þjónar öllum byggðum landsins og gerði íbúðum dreifðari byggða kleift að sækja sér háskólanám. Þetta skiptir okkur máli, ekki aðeins fyrir svæðið, heldur líka fyrir Ísland allt. Við erum stærsti háskólinn á landinu sem menntar fólk í heimabyggð utan Reykjavíkur. Þannig tryggjum við að þessi nýja þekking sem að þið aflið ykkur skili sér landið allt. Þetta mjög mikilvægt fyrir Ísland því að þekking og nýsköpun lifir og dafnar allstaðar. Og í viðræðum hugsanlega sameiningu við Bifröst höfum við lagt áherslu á að hér starfi áfram landsbyggðarháskóli sem stuðli að búfestu á landinu öllu. Háskólanum á Akureyri og starfsfólki hans finnst mikilvægt að vera virkur þátttakandi í samtímanum. Það gerir hann með því að miðla rannsóknum bæði út frá fræðilegum forsendum og hagnýtum þörfum. Ein birtingamynd þessa samfélags hér á háskólanum eru þær ráðstefnur og viðburðir sem við stöndum reglulega fyrir. Með þeim opnum við dyr fyrir samtal, fyrir þekkingarmiðlun og nýsköpun sem efla tengsl milli fræða og samfélags. Á skólaárinu sem að líða má til dæmis nefna nýlega ráðstefnu í samvinnu við utanríkisráðuneytið sem bar titilinn Norðurslóðir í breyttum heimi. Þar var rætt minnkandi öryggiskennd í þessum víðfeðma heimshluta sem á stærð við Afríku og það lykilhlutverk sem litla Ísland gegnir. Einnig var haldin ráðstefna gæði kennslu, þar sem fræðafólk ræddi áskoranir nútímans og mikilvægi nýra kennsluaðferða við að miðla þekkingu í síbreytilegum heimi. Sjónaukinn, hinn árlega ráðstefna heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs, lagði áherslu á eflingu farsældar og hvernig mætti tryggja að allir einstaklingar, óháð getu, hafi tækifæri til að leggja sitt í samfélagsins og tryggja þannig inngildingu þeirra á Íslandi. Að lokum má einnig nefna ráðstefnuna löggæslu og samfélagið sem ég held að nokkur ykkar eigi eftir að sækja í framtíðinni. Hún haldin á hverju hausti og hefur skapað mikilvægan vettvang fyrir umræður öryggi, traust og þróun í samskiptum almennings og lögreglu.
Á þessum tímamótum hveti ég ykkur til að halda sambandi við skólan með því að fylgjast með því sem að gerist hérna. Til dæmis gæti þið hugsanlega skoðað eitthvað þessar ráðstefnur sem við erum með, því þær eru mjög margar í streymi og þannig haldið þið áfram að læra. Þessar ráðstefnur og aðrir viðburðir eru dæmi hvernig háskóli ekki einungis til staðar fyrir stúdenta og fræðifólk, heldur samfélagið allt. Kennarar og starfsfólk skólans mynda líka samfélag þar sem þekking og kennsla í beinu sambandi við stúdenta skólans. Það skiptir ekki máli hvort þið eruð í fjarnámi með lotum eða eruð búsett á Akureyri og mæti reglulega í skólan. Stúdentar mynda sín samfélög, hvort sem á netinu, í heimabyggð eða meðal staðnema hér á Akureyri. Í lotum hittast svo allir þessir hópar hér. Þar unnuðu að verkefnum, rædduð fræðið, kynntu skort öðru, þvert á búsetu og kíktu kannski á bari bæjarins. Kannski bara. Ég vona að sem flest ykkar brautskráist hér með nýjan og fjölbreyttan vinahóp í farteskinu. Saman mynda svo kennarar, stúdentar og starfsfólk þekkingasamfélag sem mikilvægt fyrir Ísland allt. Það lykillinn að frekari þróun háskólans að við höldum áfram að eflast og stækka og verðum við vonandi einhvern tímann annar stærsti háskóli landsins. Kæru kandidatar, þið hafa svo sannarlega verið mikil hluti af samfélagi okkar hvar sem þið búið á landinu. Ég vona að þið brautskráist héðan ánægð og fullt trausts með þá þekkingu sem þið hafið aflað ykkur. En þið hafið ekki bara lært af bókina og í verkefnum, heldur einnig tekið þátt í störfum skólans og félagslífi. Stúdentar sitja í mikilvægum nefndum og ráðum og eiga meðal annars sæti á deildarfundum og í háskólaráði. Þannig tryggt að stúdentar á meðan þeir eru í námi hafi áhrif á stefnu og hvert skólinn að stefna. Þeir stúdentar sem tóku þetta verkefni að sér lögðu á sig mikla vinnu samhliða námi við að vera í stúdentafélögum að sinna við hagsmunagæslu og með því að halda utan fjölbreytt félagslíf. Störf þessara einstaklinga gerðu Háskólann á Akureyri að ykkar háskóla. Á þessum tímamótum vil ég sérstaklega þakka öllum þeim stúdentum sem sýndu frumkvæði og ábyrgð með því að taka virkan þátt í lífi og starfi skólans og unnu að framförum og tryggðu öflugt félagslíf. Einnig vil ég þakka þeim stúdentum sem hafa verið rödd háskólans út á við. Kynnt námið okkar og tryggt að verðandi stúdentar hugsi til okkar sem valmöguleika. Þetta skiptir okkur sköpum og við tökum þessari vinnu ekki sem sjálfsögðum hlut. Við vonum einnig að þeir sem eru að brautskrást í dag talið Háskólann Akureyri við fjölskyldu og vini sem góðan stað til að mennta sig og hitta fólk og kynnast öðrum. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri og allra þeirra sem starfa hér vil ég þakka ykkur innilega fyrir allt það sem þið gerðu til að bæta háskólann. Sem háskóli gerum við margt vel en það alltaf hægt að gera betur og ég legg til að við klöppum fyrir þessu frábæra fólki. Kæru kandidatar, framtíðin sem býður ykkar ekki endilega einföld en hún opin og býður upp á tækifæri til að nýta þekkinguna á fjölbreyttari hátt en ykkur órar fyrir. Það ykkar að móta þá framtíð sem þið viljið og hafa áhrif á þeim vettvangi sem þið hafið valið ykkur. Ég vona að þið gerið það á ábyrgð og látið gott af ykkur leiða. Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið stoltur af þeim sem brautskrást héðan og við erum stolt af ykkur í dag. Við vitum að þið eftir að láta til ykkar taka hvert sem leið ykkar liggur. Takk fyrir að vera hluti af samfélaginu okkar, gangi ykkur vel og hjartanlega til hamingju. Þá komið að því sem þið eru öll mættina til þess að gera og sjá. Það brautskráningin sjálf. Ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar á hverri braut svo við séum ekki bara hérna klappandi streiti í hálftíma. Það samt ef þið eru aðstandendur og eru að springa á stolti þá verður engin handtekinn fyrir að klappa eða hendi gott bú eða eitthvað svoleiðis. Það allt í lagi. En Brynjar Karlsson, forseti heilbrigðisviðskipta og raunvísindasviðs, ætlar nú að brautskrá kandidata af sviðinu. Kæru kandidatar, samstarfsfólk, góðir gestir. Gleðilega hátíð, í dag nefnilega hátíð, háskólahátíð, uppskeruhátíð. Kæru kandidatar,
Ég hef reyndar ákveðna löngun til að kalla ykkur diplómata því að þið eru öll að fara að útskrifast með diplómu. En það orð er víst frátekið, en ég fór aðeins að hugsa þetta að þið eru öll að eiga við fólk á viðkvæmum stöðum í lífinu sem eru að útskrifast hér. Sjúkraliðar, lögreglumenn og leikskólafólk. Það þarf mikla diplómatiska hæfileika til að vinna með fólki á þessum stöðum og tímapunktum í lífinu. Ég fór svo að hugsa að það kannski flóknasta diplómasían að eiga við litlu börnin. Þegar barnið mitt vil fá annan trúða í sinn sama daginn, að þá tek ég sömu diplómatísku afstöðu og Bandaríki Norður-Ameríku, ég sem ekki við terrorista. Kæru kandidatar, kæru diplómatar, það hefur kostað ykkur blóð, svita og tár að ná árangrunum sem þeir að fá vottaðan hér í dag. Á hátíðastundum eru mikla tilfinningar sem berjast innan með okkur. Ég var í útskriftarveislum daginn þar sem að faðirinn lýsti því í ræðu að hann hefði grátið alla athöfnina. Það verða vonandi bara gleðitárin við útskriftina sem sitja eftir í minningunni. Annars sé ég nú bara brosandi fólk hérna í salnum í dag. En ég var eitthvað að hugsa það vonandi hefði ekki mikið blóð runnið í náminu ykkar nema þá æðarnar. En svo náttúrulega áttaði ég mig á því að sjúkraliðar hafa verið í verklegu við að taka hver annar í blóð og hafa séð talsvert mikið af því, þannig að nóg af blóðinu hefur runnið á þeim vettvangi. Svitin er svo það sem að sprettur fram þegar maður reynir á sig og að reyna á sig er reyndar eina leiðin sem að ég þekki til að ná árangri. Og þið hafið sannarlega reynt á okkur til þess að vinna ykkur inn réttinn til að taka við skírteinunum sem eru hérna á baku mig. Og núna ætla ég ekki að láta ykkur bíða lengur með tár á hvarmi, svita á enninu og blóðið ólgandi í æðunum og hefja afhendingu skírteina. Nú fer fram brautskráning frá hjúkrunarfræðideild úr fagnámi fyrir starfandi sjúkraliða og ég vil biðja Kristínu Þórarinsdóttur brautarstjóra að koma og vera mér til aðstoðar. Fyrst er Agnes Guðríður Agnarsdóttir, hún er ekki meðal okkar. Næst er Aldís Einarsdóttir. Ég bið þig að hinkra aðeins við vegna þess að þú hlýtur viðurkenningu frá Sjúkraliðafélagi Íslands fyrir hæstu einkunn á kjörsviði samfélagsgeðhjúkrunar. Og þá mynd hérna með ykkur báðum. Stillið ykkur upp hérna saman. Alexía María Gestsdóttir. Anna Margrét Magnúsdóttir. Ásta Karen Jónsdóttir. Berglind Gunnarsdóttir. Ella Pamela Leona Marquez. Elma Jóhannsdóttir. Eydís Eysteinsdóttir. Guðlaug Dóra Þorsteinsdóttir. Guðrún Jenny Ágústsdóttir. Guðrún Ósk Njálsdóttir. Hanna Bára Sunnudóttir. Harpa Reynisdóttir. Helga Rós Níelsdóttir. Jóhanna Mónika Lónoska. Kristín Þóra Ólafsdóttir.
Líney Benediktsdóttir, Magdalena Ósk Hansen, Ólafía Guðrún Lóa Bragadóttir, Páley Sonja Víum Ragnarsdóttir, Saga Ólafsdóttir, Sigríður Sunna Atladóttir, Steinun Marta Þórólfsdóttir, Svala Guðmundsdóttir. Byrja að hingra aðeins. Svala hlýtur viðurkenningu frá Sjúkraliðafélagi Íslands fyrir hæstu einkunn á kjörsviði öldrunar og heimahjúkrunar. Við kannski stillum ykkur upp hérna. Svanhvít Guðmundsdóttir, Silvía Horti, Telma Björk Bjarkadóttir, Telma Þorsteinsdóttir og Tinna Ösp Viðarsdóttir. Þá lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild. Nú komið að brautskráningu kandidata af hug- og félagsvísindasviði og það Elín Díana Gunnarsdóttir, starfandi forseti hug- og félagsvísindasviðs sem ætlar að brautskrá kandidata á því sviði. Gjörðu svo vel. Kæru kandidatar, ágæta háskólasamfélag og aðri góði gestir. Það mér mikill heiður að vera með ykkur í dag og fagna þessum merka áfanga í lífi ykkar. Í dag fagnum við afrekum ykkar jafnt stórum sem smáum, en öll hafa þau krafist þrautseigju, aga, þolinmæði og æðruleysis. Háskólanámi nefnilega aldrei einföld vegferð og síðustu ár hafa borið með sér margvíslegar áskoranir. En einmitt í áskorunum felast tækifæri til þroska og vaxtar. Því hefur tekist á við verkefnin sem fyrir ykkur hafa legið, leitað lausna, beitt gagnrýnni hugsun, unnið í samstarfi við aðra og sýnt sveigjanleika í nálgun ykkar. Þessi hæfni á eftir að koma sér að góðum notum og hefur örugglega gert það nú þegar. Því við lifum á tímum mikilla breytinga þar sem tæknin með þróun gervigreindar í fararbroddi hefur nú þegar áhrif á það hvernig við vinnum, lærum og sköpum. Hún býður upp á nýja og fjölbreytta möguleika en kallar einnig á siðferðilega umræðu og vangaveltur. Hér gegna háskólar lykil hlutverki að vera ekki aðeins vettvangur þekkingarsköpunar, heldur einnig staður gagnrýnar hugsunar og siðferðislegrar ábyrgðar. Þið, kæru kandidatar, eru nú hluti af þeirri viðleitni, ekki bara aðlagast nýjum tækniheimi, heldur móta hann af ábyrgð. Á þessum tímamótum vil ég sérstaklega beina sjónum að hlutverki okkar allra í að skapa réttlátt, fjölbreytt og inngildandi háskólasamfélag. Ekki bara háskólasamfélag, samfélag. Staðreyndin sú að það hafa ekki allir jafnan aðgang að menntun og tækifærum. Það fá ekki allir tækifæri til að láta rödd sína heyrast og það eru ekki allir sem finna sig örugga í því samfélagi sem við öll tilheyrum. Háskólinn á Akureyri hefur lagt áherslu á að byggja upp samfélag þar sem fjölbreytileiki styrkleiki, ekki undantekning. Þar sem mismunandi sjónarhorn mætast og skapa dýpri skilning. Þar sem ólíkar raddir fá að heyrast og móta umræðuna. Og þið, kæru kandidatar, hafið verið hluti af þessu samfélagi og gert það ríkara með ykkar þáttöku. Þið hefur lært að hlusta, ekki aðeins á fyrirlestra, heldur á hvert annað. Þið hefið æft ykkur í að skiptast á skoðunum á gagnrýnin og uppbyggilegan hátt og þið hefið upplifað hvernig samvinna ólíkra einstaklinga auðgar. Það einmitt þessi reynsla, þessi hæfni að hlusta, að ræða,
að rýna og að byggja upp sem gerir ykkur ómetanlega þáttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Nú þegar þið hefjið næsta kafla, hvort sem hann felur í sér áframhaldandi nám, störf eða eitthvað annað, vil ég hvetja ykkur til að halda áfram að beita rödd ykkar og þeirri hæfni sem þið hafi öðlast til að byggja samfélag sem er sanngjarnt og opið öllum. Kæru kandidatar, megi dagurinn í dag verða ykkur hvatning, ekki aðeins til þess að fagna því sem áunnist hefur, heldur til að leggja ykkar að mörkum áfram. Notið ykkar tækifæri í lífinu til góðs, fyrir ykkur sjálf, fyrir samfélagið og fyrir framtíðina. Innilega til hamingju með daginn. Og þá er þetta skemmtilega. Nú fer fram brautskráning frá félagsvísindadeild. Mér langar að biðja Sigurð Kristinsson, deildarforseta, að koma upp á svið og vera með til aðstoðar við brautskráningu kandidata við félagsvísindadeild. Einnig langar mig að biðja Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjón hjá embætti ríkislögreglustjóra, að vera með til aðstoðar við brautskráningu kandidata í lögreglufræði. Fyrst verða brautskráðir kandidatar með diplómu í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn. Adam Örn Stefánsson. Andri Már Kristjánsson. Anita Dögg Sigurðardóttir. Arnar Jóhann Þórðarsson. Árni Jökull Jónsson. Bergvin Leif Garðarsson. Birgir Knútur Birgisson. Bogi Benediktsson. Brynjar Jónsson. Dagbjartur Jónsson. Daniel Garðar Antonsson. Dóra Kristný Gunnarsdóttir. Egill Liljendal. Elisabeth Rós Kolbeinsdóttir. Elvar Þór Ómarsson. Erlingur Björn Helgason. Eva Ír Helgadóttir. Guðbjörg Anna Bergsdóttir. Guðbjörg Ósk Ómarsdóttir. Guðjón Daniel Jónsson. Hafsteinn Eide Kristjánsson. Halldór Páll Geirsson. Halldór Tumi Ólason. En Halldór Tumi er með hæstu meðaleinkunn kandidata í grunnnámi við sviðið og hlýtur fyrir það viðurkenningu frá KEA. Það er sko meira. Hann hlýtur einnig viðurkenningu frá Landssambandi lögreglumanna fyrir góðan námsárangur. Haukur Borg Þórisson. Heiðbjört Ragna Axelsdóttir. Helena Ósk Örvarsdóttir. Hermann Ingi Jónsson.
Hilmar Már Pétursson. Hlynur Ólason. Hrafnhildur Hjaltalín. Ingibjörg Íris Maj Svala Dager. Ingólfur Jón Ágúst Óskarsson. Ívar Aron Viggósson. Jódís Fjóla Rúnarsdóttir. Jóhann Örn Ómarsson. Jón Óskar Ágústsson. Júlíus Þorvaldsson. Kamila Mist Gísladóttir. Kládía Karolsdóttir. Kolbrún Eva Grans. Kristín Ellý Sigmarsdóttir. Laufey Lára Höskuldsdóttir. Mikael Nói Ingvason. Nana Rut Hlynsdóttir. Ólöf Katrín Ellingsen. Perla Jóhannsdóttir. Rakel Ösp Vilhjálmsdóttir. Sara Samúelsdóttir. Sara Sigurbjörnsdóttir. Sigmar Egill Baldursson. Sigurður Sveinn Jónsson. Sigurrós Antonsdóttir. Sunna Rós Guðbergsdóttir Hammer. Tómas Orri Halldórsson. Viktor Einar Vilhelmsson. Þórey Sif Hrafnsdóttir. Þórhildur Amalía Atladóttir. Og þá brautskráningu frá félagsvísindadeild lokið. Og nú fer fram brautskráning frá kennaradeild. Við brautskráum nú í fyrsta skiptið kandidata með diplómu í fagháskólanámi í leikskólafræði. Og að því tilefni vil ég bjóða Kristínu Jónsdóttur, formann stjórnar fagháskólanáms í leikskólafræði á landsvísu og dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands að segja nokkur orð. Takk fyrir. Gleðilega hátíð gott fólk. Innilega til hamingju með áfangan kæru háskólanemar, þið sem eruð í salnum og þið sem sjáið útsendinguna. Hamingjuóskir mínar ná líka til gesta ykkar, fjölskyldna og allra sem fagna með ykkur á þessum fallega degi. Ég heiti, eins og Díana nefndi, Kristín Jónsdóttir og kennslukona og dósent við Háskóla Íslands. Ég leiði þetta þróunarverkefni Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri, fagháskólanám í leikskólafræði á landsvísu. Eftir 2 ára samstarf okkar þessa nýju námsleið hér glæsilegur hópur að taka í móti skírteinum sínum til marks að þau hafa lokið diplómu
fagháskólanáms í leikskólafræði. Alls eru þau 42 sem útskrifast af þessari sameiginlegu námsleið okkar, 12 karlar og 40 konur. Við kennarar og starfsfólk, jafnt norðan sem sunnan heiða, erum virkilega stolt af ykkur, kæru nemendur. Á námsleiðinni fagháskólanám í leikskólafræði eru 10 námskeið, samtal 60 einingar og námskeiðin eru til jafns úr leikskólakennaranámi við kennaradeild HA og deild kennslu og menntunarfræði við HÍ. Brota því besta, kann einhverja hugsa. Já, við völdum saman frábær námskeið úr báðum skólum með skýrri tengingu við leikskólastarf, þroska og tungumál, listir, sköpun og alls konar viðfangsefni leikskóla barna. Þessi námsleið sem samsvarar einu námsári verður að fullu metin inn í leikskólakennaranám við báða háskólana fyrir þau sem það kjósa. Kæru fagháskólanemar, leikskólastjórar land allt hafa sagt að nám ykkar hafi þegar orðið til að efla starfið á leikskólunum. Að ljúka diplómu fagháskólanáms í leikskólafræði er mikils virði fyrir leikskóla, fyrir þróun kennaramenntunar og fyrir ykkur sjálf, persónulega og faglega, svo nú er sannarlega tími til að fagna. Örlítil saga til ykkar allra sem hér eru stödd. Mér langar til að rifja upp viðtal við unga konu. Hún var frá Þýskalandi, hafði komið hingað í sumarvinnu aftur og fyrir nokkrum árum ákvað hún að setjast hér að. Konan bjó í sveit, var komin með fjölskyldu, lítil börn og þau hjónakollin voru með nokkuð hefðbundin búskap. Blaðamaður spurði konuna út í líf hennar og störf í Þýskalandi og svo líka hvað hún gerði hér á landi. Þessi kona sagði frá búskapnum en líka hún væri virk bæði í félagsstarfi og sveitarstjórnarpólitík. Og loks spurði blaðamaður af hverju hún hefði ákveðið að setja stað á Íslandi fremur en í Þýskalandi. Og þá svaraði hún eitthvað á þessa leið. Á Íslandi getur maður starfað í lögreglunni, gefið út ljóðabækur, setið í sveitarstjórn og séð börn og bú. Eða maður starfar í leikskóla, spilar í hljómsveit, í björgunarsveitinu og rekur hestalegu. Ég vil vera á Íslandi fremur en í Þýskalandi því þar getur maður bara verið eitthvað eitt. Hér getur maður verið svo margt, sagði hún, og reyndar er það svo að á Íslandi þarf hver maður að vera svo margt. Nú líður að lokum þess að merka áfanga í námi ykkar allra. Þið hafið öll bætt við einu nýju hlutverki við þau sem fyrir eru í ykkar lífi. Þið getið verið svo margt. Ég hvet ykkur öll til að vera virk, nýta menntun ykkar, taka nýjum tækifærum opnum örmum og hafa áhrif á þróun samfélagsins. Takk. Og nú langar mig að biðja Guðmund Engilbertsson, deildarforseta, að koma upp á svið og vera mér til aðstoðar við brautskráningu kandidata í fagháskólanámi í leikskólafræði, en viðstaddir eru kandidatar Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands. Aldís Dröfn Einarsdóttir, Anna Heiðrún Þorvaldsdóttir. Anna Lára Gunnlaugsdóttir. Arna Björg Pálsdóttir. Atli Már Helenusson. Auður Ósk Hilmarsdóttir. Birna Ómarsdóttir. Birna Sif Hlíðbekk Margrétardóttir. Björk Sigþórsdóttir, Bryndís Harðardóttir, Dóra Lilja Óskarsdóttir, Edda Rannveig Brynjólfsdóttir, Elín Hermannsdóttir, Erika Matskóvá. Eygló Bylgja Önnudóttir.
Eygló Reykjalín Jóhannesdóttir. Guðbjörg Jónsdóttir. Guðrún Ása Sigurðardóttir, Halldóra Braga Skúladóttir, Heiðbrá Hrund Kristjánsdóttir. Hólmfríður Vigdís Sævarsdóttir, Inga Jóna Sigmundsdóttir, Ingibjörg Valdimarsdóttir, Ingólfur Hólmar Valgersson, Ingveldur Þórey Eyjólfsdóttir. Íris Magnúsdóttir. Jenny Birta Örvarsdóttir, Karin Rut Bæringsdóttir. Karlotta Kristín Árnadóttir. Lára Dagný Sævarsdóttir. Margrét Marís Sveinbjörnsdóttir, Móeiður Sigrún Guðlaugsdóttir. Sandra Vokfjörð, Signý Ósk Ólafsdóttir, Sólveig Lára Árnadóttir, Stefania Elli Baldursdóttir, Silvía Ösp Hauksdóttir. Sæunn Kristín Jakobsdóttir. Sæunn Magnúsdóttir. Tanja Rós Elísdóttir. Theodóra Kjartansdóttir. Violetta María Kótsúr. Einn kandidat brautskráist með diplómu í leikskólakennarafræði og það er Elva Dögg Guðmundsdóttir. Og þá er brautskráningu frá kennaradeild lokið og af sviðinu öllu. Næsta á svið vil ég bjóða Nönu Rut Hlynsdóttur en hún er kandidat í lögreglufræði og mun flytja ávarp fyrir hönd kandidata hér í dag. Gjörðu svo vel, Nana Rut. Kæru kandidatar, starfsfólk, Bogi Ágústsson og aðri gestir. Það er með mikill heiður að standa hér á þessum tímamótum og fá að segja nokkur orð fyrir hönd útskriftarnema. Því í dag fögnum við ekki bara einum áfanga. Við fögnum heilli vegferð. Vegferð sem var stundum krefjandi, oft skemmtileg, alltaf lærdómsrík og á köflum örlítið kaotísk. Við komum hingað úr ólíkum áttum og mismunandi fögum. En eitt eigum við þá öll sameiginlegt. Við lögðum öll hart að okkur og uppskerum hér í dag eftir því. Það eitt er stórt afrek sem ættum öll að vera stolt af. Þið sem þekki mig ekki, þá heiti ég Nana Rut og er að útskrifast úr lögreglufræði, en mín námsleið fór að mestu fram í menntasetri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þar fekk ég mjög góða og dýrmæta reynslu. Ég vil því nota tækifærið og þakka kennurum MSL kærlega fyrir frábært utanumhald, góða kennslu og ekki síst mikla þolinmæði gagnvart okkur nemendum. Og þá sérstaklega þegar Siggi fór yfir í valbeitingu og Egill tók sín ég veit allt best moment. En þið stóðu ykkur eins og hetjur, takk fyrir allt. Einnig vil ég þakka kennurunum hér við Háskólann á Akureyri fyrir að vera til staða fyrir okkur, svara spurningum, leiðbeina og hvetja og fyrir að halda rósinni jafnvel þegar deadlines voru að hellast yfir okkur öll. Sérstaka þakkir fá Heiðrún og aðrir sem stóðu með okkur lögreglufræðinemum í gegnum þetta ferli. Við kunnum virkilega að meta það.
Eins og ég nefndi áðan, þá er mín reynsla af náminu mjög góð. Ég verð þó að viðurkenna að þegar ég sótti fyrst í lögreglufræði vissi ég nánast ekkert hvað ég var að fara út í. Ég kynnti mér ekki einu sinni námið neitt sérstaklega. Ég vissi bara að mér langaði að læra lögreglufræði. Stundum þarf maður ekki meira en það. Þrátt fyrir þessa ákveðnu byrjun þá reyndist námið bæði skemmtilegt og gefandi, en líka krefjandi. Það var álag, bæði líkamlegt og andlegt, en í því felst líka styrkurinn. Þetta nám gerði okkur öll sterkari. Við læriðum ekki bara bóklegt og verklegt, heldur líka okkur sjálf og hvað við höfum til að bera. Ég held að gildum okkur öll að við erum aldrei hætt að læra, þrátt fyrir að við séum útskrifuð héðan. Við erum alltaf að læra nýja hluti og þurfum við að halda okkur á tánum fyrir stöðugri þróun og þeim breytingum sem sífellt eru að eiga sér stað í samfélaginu okkar. Við munum eflaust lenda í áskorunum, sama í hvað starfi við endum. En héðan förum við með góðan grunn og hvert annað. Við höfum lært að hugsa gagnrýnið, vinna af heilindum og sjá heiminn frá ólíkum sjónarhornum. Ég trúi því innilega að allt nám ger okkur á betri manneskjum og víkki sjóndeildarhringinn. Þegar við sjáum fleiri sjónarhorn þá skiljum við heiminn betur, en það er lykillinn að jákvæðum breytingum. Að lokum vil ég óska ykkur öllum, kæru samnemendur, innilega til hamingju með daginn. Þið megið vera stolt af sjálfum ykkur og þegi framtíðina fyrir ykkur. Gangi ykkur sem allra best í því sem þið takið ykkur fyrir hendur og njóti dagsins með stolti og gleði. Takk fyrir mig. Næstan á svið ætla ég að kalla heiðursgest hátíðarinnar Boga Ágústsson, en háskólinn ákvað að sækja sér heiðursgest úr efstu hillu fyrir þessa hátíð, þessa helgina. Það ætti nú ekki að þurfa að kynna Boga Ágústsson mjög mikið því að hann hefur verið auðfúsu gestur á heimilum okkar allra frá því allavega löngu áður en ég fæddist og hefur bara gert það með sóma. Það er stundum sagt að maður eigi aldrei að hitta hetjurnar sínar því að það reynast oft bara að vera einhverju fávitar. Það á ekki við í mínu tilfelli því að þegar ég hitti mína hetju Boga Ágústsson þegar ég labbaði inn á fréttastofu RÚV, einhver sveita lúða norðan sem þóttist ætla að fara að kenna þeim eða ekki kenna þeim, heldur fara að segja einhverja fréttir, þá var hann frábær kennari, tók vel á móti mér og var frábær og er frábær samstarfsfélagi og vinnur. Þannig að ég vil biðja ykkur að bjóða Boga Ágústsson hjartalega velkominn. Kærar þakkir, Óðinsvann, vinur og félagi, sveitalúðuna norðan. Heldur betur eða hitt þó heldur. Svona í byrjun ætla ég aðeins að óska ykkur til hamingjukandidatar með þennan mikla áfanga sem þið hafið lagt að baki í dag og fá einfaldlega að klappa fyrir ykkur ef við má og þið megið taka undir. Rektor, kennarar, kandidatar, aðstandendur og aðrir viðstaddir. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þann heiður sem mér er sýndur að fá að ávarpa ykkur á þessum merkistegi í lífi ykkar. Ég skil nú kannski ekki alveg af hverju, ég er ekkit endilega viss um að ég sé úr efstu skúfunni á þeim. En við eigum það sameiginlegt hér að við stöndum á ákveðnum tímamótum. Það er að segja þið eru flest að hefja ævistarf ykkar þó að mörg ykkar hafi þegar byrjað á því, sé að bæta við ykkur eða eigið eftir að stunda frekara nám. Ég er hins vegar við starfslok og við eigum það líka sameiginlegt að flest ykkar sem hér eru að vinna í því sem að Brynja Karlsson sagði hér í ávarpi sínu áðan að fólk væri að vinna með annað fólk á viðkvæmu skeiði. Þið hafi verið eins og ég í almannaþjónustu og verðið í almannaþjónustu. Við erum að þjóna öðrum. Það er það sem var mitt hlutverk í lífinu að segja fréttir,
frá því sem að vera að gerast á Íslandi, aðalega þó í umheiminum og ég gerði það í almannaþjónustu útvarpinu. Ég ætla mest að tala það sem að gerast í umheiminum, dálítið neikvætt, svo jákvætt, vonandi að við endum þetta í einhverju von, en það mér og öðrum verulegt áhyggjuefni hversu hatursumræða, tortryggni, hræðsla við framandi hluti og fólk hefur aukist á undanförnum árum. Flokkar og stjórnmálamenn sem að byggja málflutning sín á að ala á ótta, ekki von, sundrungu, ekki samstöðu, virðast njóta æ meiri stuðnings. Ættjarðarást hefur breyst í þjóðernishyggju eða jafnvel þjóðernisrembing, þar sem að kynnt undir andúð á öllum öðrum. Allt framandi gert tortryggilegt og trúarbrögðum misbeitt, umbúðulyndi og skilningur og trú annarra gert tortryggilegt. Og rifið þá upp það sem að Elín Díana sagði hérna líka, að fjölbreytileiki styrkur. Maður fær stundum á tilfinninguna að lýðskrumarar vaði uppi og staðreyndir hafi látið undan í umræðunni fyrir afbökuðum og röngum málflutningi og skírskotun til tilfinninga og þá oft höfðað til lægstu hvata, öfundar, hræðslu og græðgi. Það veist með hatursfullum hætti eða kannski af ísmegilegri kænsku að pólitískum andstæðingum, þeim skipað að hýpja sig heim eða eins og þeirra réttur til þess að byggja samfélagi sé minni en þeirra sem eru annarar skoðunar eða annars kyns með annan litarhátt eða önnur trúarbrögð. Þetta rasismi og kvenfyrirlitning í senn. Óþol og ofsóknir gegn hinsegin fólki vaða upp í nokkuð sem maður hélt fyrir 2, 3, 4 árum að væri algjörlega liðin tíð. Lygi margtuggin að hætti sem að heimurinn kynntist með svo ömurlegum afleiðingum á fyrri hluta síðustu aldar. Og í Evrópu stöndum við frammi fyrir því að það ný fordæmalaus staða þar sem að Rússar hafa ráðist með allsherjar innrás inn í Úkraínu. Það stríð í Evrópu, hlutur sem maður hélt að gæti ekki orðið á 21. öldinni. Rússneski herinn gengur fram af ótrúlega mikilli grimmd og eins og ætíð. Þá það almennir borgarar, ekki síst konur og börn, sem að verða mest fyrir barðinu á styrjaldarátökum. Raunir Palestínumanna á Gazasvæðinu og á vesturbakka Jórdanar eru ólýsanlegar. Ísraelsmenn beita þvílíkri hörku að starfsfólk hjálparstofnana líkir Gaza við helvíti á jörðu. Börn að deyja úr hungri og það ótrúlega hefur gerst að þjóð sem hefur þolað meiri ofsóknir en eiginlega nokkur önnur þjóð sem að ég veit í 2000 ár beitir aðra þjóð skefjalausu ofbeldi og við getum lítið sem ekkert gert. Eitt af því sem að hefur breyst, gjörbreyst á þeim 50 árum sem að tæplega sem eru liðin síðan að ég hóf mína starfsævi netið. Það hefur bylt daglegu lífi til hins betra og til hins verra. Netið hefur gefið illa þenkjandi fólki og vitleysingum vettvang til að romsa upp úr sér alls konar þvælu og samsæriskenningum. Smíðir þeirra kenninga geta komið brengluðum hugsunum sínum á framfæri á samfélagsmiðlum og ég get sagt ykkur af langri reynslu að þegar sumir þykjast sjá samsæri þá sé ég klúður, klaufagang og slysni í 99 tilfellum á hverjum 100. Það ekki einhverju þarna úti sem að bíða eftir því að breyta samfélaginu, grípa það eða eru að það bil að fara að ná í því. Þetta bara ekki svoleiðis. Netið sem ofta verða til þess að upplýsa fólk sundra því gjarnan í fylkingar sem að ræðast ekki við, umræðan verður í hópum þar sem að gagnrýni kemst ekki af, öfgaskoðanir og kenningar verða ofan á, þar sem að þeir sem að hafa hæst tala aðra í kaf. Upplýsingaóreiða, falsfréttir tröllríða samfélaginu og því bið ég ykkur að vera eins og þið hafi verið í námi ykkar
gagnrýnin, nálgast hlutina með gaggrínum hætti, ekki trúa einfallega öllu því sem þið sjáið án þess að sjáið og lesið. Sko, það reginmunur á því, eðlismunur á því sem að birtist nafnlaust á TikTok, YouTube, Instagram eða Facebook eða öðrum samfélagsmiðlum og því sem að ritstýrðir miðlar láta frá sér, miðlar sem taka ábyrgð á efni sínum. Og sem fjölmiðlamaður allt mitt líf þá verð ég að minna ykkur enn á nýja á það. Kannið áreiðanleika þeirra upplýsingar sem að þið sjáið, lesið og heyrið. Kannið hvort að sömu upplýsingar sé að finna í miðlum sem að þið treystið og getið treyst. Frjálslynd lýðræði á undir högg að sækja allstaðar í heiminum og jafnvel í því ríki sem að lengst hefur verið lýðræðisríki að þá ófyrirleitin forseti sem að virðist vera hafa lýst yfir stríði gegn menningunni, sögunni, sjálfstæði dómstóla, vísindum, þekkingunni sjálfri með brottrekstri starfsfólks, eftirlitsstofnana og hótunum og ofsóknum gegn háskólum og öðrum menntastofnunum. Nú þarf að bregðast við og spyrna við fótum. Ég vitna í orð sem eru eignuð írska stjórnmálamanninum Edmund Burke á síðasta hluta 18. aldar. Þau eiga við á öllum tímum og ekki síst nú. All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Allt sem þarf til þess að þið illa sigri að gott fólk geri ekki neitt. Það skylda okkar sem að teljum okkur gott fólk að berjast gegn óréttlæti, falsmálflutningi og orðræðu sundrungar og hatturs. Smá kaflaskil. Ég læt þessari heims ósóma upptalningu lokið og við skulum hugsa því sem að hefur farið til betri vegar á síðastu hálfu öld eða svo. Breytingar frá því að ég hóf mitt lífsstarf hafa nefnilega langt í frá allar verið til hins verra. Og ég sagði hérna fyrir í dag og ég segi það aftur núna að þegar kallar á mínum aldri sem að margir kannski segja heimur versnandi fer, þá segi ég þegar ég horfi yfir þann hóp sem að útskrifast hér í dag, bull og vitleysa. Heimur fer ekkert versnandi. Það til svo margt gott fólk í heiminum, ungt fólk sem að mennta sig. Heimurinn að mjög mörgu leyti betri nú en hann var fyrir 50 árum. 100 milljóna hefur verið lyft úr algjörri örbirgð. Í mörgum löndum heims eru lífskjör umtalsvert betri heldur en að þau voru og 100 milljóna geta notið menntunar sem ekki áttu kost á henni. Landlægum sjúkdómum hefur verið útrýmt það leyti sem að ég var að byrja í fréttamennsku árið 1977 þá létust árlega 2 milljónir manna úr bólusótt. Bólusótt hefur verið útrýmt. Tilfellum lömunarveiki eða mænusóttar hefur fækkað 99%. Heimurinn ríkari en hann var fyrir 50 árum. Jafnrétti hefur aukist og réttindi minnihluta hópa sömuleiðis. Og samkvæmt því sem að hinn bjartsýni Hans Rosling segir í bók sinni Factfulness sem kom út fyrir tæpum áratug, þá bjó helmingur mannkyns árið 1966 við sára fátækt. Árið 1917 þegar bókin kom út þá voru það 9%. Meðalævilengd hefur lengst upp í 72 ári í öllum heiminum, hún miklu meiri á Íslandi. Hún hefur hækkað ekki síst vegna þess að það eru færri ungbörn deyja, matvælaframleiðsla og uppskera hefur stöðugt aukist á undanförnum árum. Þær breytingar sem að þið eigið eftir að upplifa á næstu 50 árum verða miklar. Þær eru ófyrirséðar en við skulum vona að þær verði til hins betra. Við skulum nefnilega ekki gleyma því jákvæða. Við skulum prísa okkur sæl að vera uppi á þessum tímum sem ekki eru fullkomnir. Munum að við búum í einu af ríkustu löndum veraldar. Hér eru lífsskilyrði, lífskjör og réttindi
sem stór hluti mannkins nýtur ekki. Við búum við virt lýðræði, mannréttindi, réttaröryggi, jafnrétti, öryggi og frið. Þetta er ekki sjálfgefið og við verðum að gæta lýðræðisins. Það er sótt að því víða. Við verðum að taka þátt í lýðræðinu, við verðum að kjósa og bjóða okkur fram ef okkur langar til. Taka virkan þátt. Heimurinn hefur breyst til batnaðar að mörgu leyti en hann er langt í frá fullkominn. Við lifum því miður ekki í því sem að Professor Altunga hélt fram í birtingi Candide, háðsádeilu Voltaires, seint á 18. öld, þar sem hann talaði hinn besta mögulega heim af öllum hugsanlegum heimum. En það verður ykkar hlutverk að sjá til þess að hann verði betri heldur en hann er núna. Ég ætla undir lokin að víkja aðeins af trúarlegum málefnum. Það vill svo til að ég er formaður stjórnar í lítilli stofnun þjóðkirkjunnar sem að kenndi við Dr. Sigurbjörn Einarsson, fyrrverandi biskup. Hlutverk stofnunar Dr. Sigurbjörns er að vinna að skilningi og sáttargjörð. Ég ætla ekki að predika en ég ætla að benda ykkur á eitt sem að til dæmis á eitt sem að finnst í Biblíunni, því að Jobsbók segir: Stattu kyrr og gef gaum að dásemdum Guðs. Það er akkurat það sem við skulum gera stundum, við skulum taka okkur út úr hinnu daglega og gefa gaum að því dásamlega lífi sem að við eigum kost á að lifa flest öll mögulegt er. Stofnun Dr. Sigurbjörns vinnur mikið með Skálholtsstað sem að var fræðasetur allt undir lok 18. aldar þegar að biskupssetrið var flutt til Reykjavíkur. Undir lok þeirrar aldar skrifaði síðasti biskupinn í Skálholti, Hannes Finnsson, eitthvað merkilegasta sagnfræðirit liðinna alda. Það heitir Mannfækkun á hallærum, ekki mjög uppbyggilegur titill. Þrátt fyrir titilinn að þá er þetta bjartsýn bók. Hannes var líklega menntaðastur allra Íslendingas sinnar aldar og nafnið hljómar ekki uppörvandi en hann var bjartsýnn á framtíð Íslands. Hann skrifaði: Ísland fær tíðum hallæri en ekkert land í Norðurálfunni er svo fljótt að fjölga á ný manneskjum og bústofni og það er því ei óbyggjandi. Þá vitum við það, Ísland er ekki óbyggjandi. Við skulum minnast þess að þegar Hannes skrifaði þetta, þá var þetta í móðuharðindunum. Móðuharðindin voru sennilega erfiðasti tími sem íslensk þjóð við gengi í gegnum. Eldgos, landskjálftar og harðindi höfðu leikið landið og Íslendinga grátt. Meginþorri bústofns landsmanna féll og næstum 50 hluti þjóðarinnar, 20% þjóðarinnar lést, dó úr hungri, vosbúð og öðru. Og bjartsýni Hannesar á framtíð landsins, mitt í mestu ógnum sem hafa riðið yfir Ísland, var reist á rannsóknum hans og þekkingu á sögu landsins og var þess vegna reist á rökum. Og Hannes yrði sannarlega glaður ef hann gæti lítið yfir þennan sal á þessum fagra sumardegi á Akureyri og yfir þennan hóp sem að hér er að útskrifast og fengið staðfestingu á því að bjartsýni hans var á rökum reist. Við skulum láta þá bjartsýni verða okkur nútíma fólki til fyrirmyndar. Það gildir ekki bara á Íslandi heldur allan heim. Og ég ætla að ljúka orðum mínum í anda þessara tveggja merku biskupa með bjartsýni Hannesar, umburðarlyndi og kærleik Dr. Sigurbjörns og vitna enn í Jobsbók: Stattu kyrr og gef gaum að dásemdum Guðs. Gangi ykkur allt í haginn og gerið heiminn betri. Ég segi bara amen, fíla í bogi. En nú er þessu að ljúka hjá okkur brautskráning kandidata á hug- og félagsvísinda sviði. Þetta er klárt, vel gert. Datt enginn og
allt eins og þetta á að vera. Það verður svona smá kaffi samsæti hérna fyrir framann í miðborg, þar sem verður boðið upp á kaffi og krúðeri. Og svo vil ég hvetja ykkur til að nota þessi myndaboks sem eru hérna út allt og endilega nota millumerkið Háskólahátíð til þess að sýna fólki hvað þetta allt saman glæsilegt. En nú göngum við út úr salnum eftir kúnstarinnar reglum, svipað í brúðkaupi. En fyrst fara rektor, svo heiðursgestur, sviðsforsetar, deildarforsetar, kandidatar og loks aðrir gestir. En fyrir hönd Háskólans á Akureyri vil ég óska kandidatum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn. Takk fyrir mig.